Takk Gísli, við getum talað í allt kvöld Donald Trump, að það sé Facebook að kenna að hann var kjörinn eða litla þvottabjörnin sem átti aldrei séns. En þetta var frétt vikunar. Hvað gerist þetta? Þetta er skrítin ákvörðun. Þetta er skrítin ákvörðun. Svakalegt Kári Jónsson! Nei! 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 Búm! Kári Jónsson eldar kásu. Kása þetta þér og kása þetta þér. Kása þetta þér. Við þurfum að sjá þetta aftur. Hreyfill býst nú undir breyttar aðstæður á leigubílamarkaði og hefur sótt vörumerkið Supertaxi. Fyrirtækið hyggst þó ekki nota vörumerkið nema ef fyrirtækjum að borði Lyft og Uber verið leyft að starfa hér á landi. En það er eitthvað við þetta vörumerki sem hljómar kunnulega. Supertaxi. Super. Super. Mér líður pínu eins og ég hafi séð þetta áður, en minni er eflaust að blekkja mig. Það myndi engi viljandi reyna að líkja eftir mjög vinsælli erlendri vöru á svona augljósan hátt. Höldum áfram. Nú styttist í kosningar og það er engin meira peppaður en Sindri fucking Sindrason. Sko, þetta hefur ekki verið nógu vel gert, ég ætla að ráðast í þetta. Komdu með eitt. Besta borg í Evrópu, er það ekki flottu mælikvarði? Þórdís, Já. þú segir ekki neitt. Þetta er rosalega lítið. Við erum í 23. sæti núna. Í þessu viðtali á Stöð 2 fengum við að kynnast oddvita Viðreisnar en oddviti Framsóknar notar Facebook til að kynna sig. Ég heiti Ingvar Jónsson og ég er 44 ára fjölskyldufæðir. Ég á 4 börn með eiginkonu minni, Sigríði Nönnu Jónsdóttur. Og við hefum líka 2 hunda, Snúð og Móla, sem eru með sína eigin YouTube-brás. Bíddu, viljið þið opna þessa YouTube-brás og það strax. Í dag eru 65 dagar til kosninga og af því tilefni hefur borgarstjórn Reykjavíkur boðið upp á pepperoni pizzu allra pólitíska aðgerða. Það á að hugsa börnin. Meirihlutinn vill koma upp 7 nýjum ungbarnadeildum á leikskólum og byggja 5 eða 6 nýja leikskóla. Þannig myndu bætast við alltaf 800 ný leikskólapláss á næstu 6 árum. Þau sem að hugsa barneignir, eiga börn eða ætla að eignast fleiri börn fagna þessu á nokkurs vafa en höfum á hreinu að meirihlutinn í borgarstjórn er búin að hafa 1380 daga til að boða þessar aðgerðir. En það er eflaust algjör tilviljun að málunum verið reddað nú 2 mánuðum fyrir kosningar. Ekki satt Dagur? Ég svara því þannig að við sögðum fyrir í upphafi þessa kjörtímabils að það myndi taka 2 kjörtímabil að klára leikskólamálin. Gott og vel, en það kemur reyndar fram í kosningaáherslum Samfylkingarinnar frá árinu 2014 að eitt af forgangsmálunum á kjörtímabilinu yrði að taka markviss skref til að brúa bilið milli fæðingarorlofs og þar til börn komast á leikskóla. Það stóð líka til að fjölga leikskólarýmum fyrir fjölskyldur með ung börn og þó ég vilji alls ekki gera lítið úr vinnunni á bakvið aðgerðirnar, þá kemur ekkert fram í þessum tæplega 5.000 orða kosningaáherslum hversu langan tíma vinnan átti að taka. Og það er ekkert að segja að samstarfsflokkarnir hafi þvælst fyrir. Ég meina, Vinstri grænir í borgarstjórn. Mamma og pappi væru ennþá með leikskólapláss fyrir mig ef VG fengi að ráða. Þangað til næst.